Áfram Tindastóll. Ég skal bara, kvöldi gott fólk, velkomin með okkur á Tindastól IR, fyrsta leik Dóminósdeildar karla, tímabili 2017-2018, heimamenn Tindastól, taka móti IR, stútfullt síki, þetta fyrsti leikur gott fólk, 3 stúkur úti. 4 fyrirgefið, 3 fullar af 4 og vel þétt staðið á svölunum. Tilhlökkunin mikil í samfélaginu, það fer ekkert milli mála. Ég vona, við misstum reyndar að því hérna rétt fyrir leik. Það var mínútu klapp til heiðurs Rögnu og Badda sem féllu frá árinu. Mikið Tindastóls fólk. Og það var falleg stund, en nú þetta allt að hefjast. Eins og ég var að segja áðan hérna, það var mikil tilhlökkun í samfélaginu og maður svona hefur fundið spennuna bara. Það voru allir að bíða eftir 50 deginum. Það hafa, hvað á að segja, þetta 5 mánaða bið eftir vonbrigði, ef ekki segja smá vonbrigði. Síðasta tímabilið sem detta út móti Keflavík í úrslitakeppninni, en nýr dagur, nýtt tímabil, sambarlegt lið, 2 breytingar á Tindastólsliðinu fyrir, kannski 3 ef svo má segja. Axel Kárason og Sigtryggur Arnar koma inn og Pálmi Geir Jónsson fer út. Sömuleiðis Svavar Atli Birgisson, ég veit ekki hvort að hann sé að hvort það sé hættur að spila eða hvort að skótin séu komin á hennar frægu hillu, en það mun tíminn leiða í ljós. Nú koma byrjunarliðin, það kannski kemur óvart byrjunarlið Tindastóls, förum yfir það rétt á eftir, byrjum á byrjunarlið IR-inga. Þar Matthías Orri Sigurðarson, númer 8, leiðtogi og höfðingi þeirra IR-manna. Danir og Tómas, númer 33 segi ég. Daði Berg Gretarsson, númer 5. Síðan heitir hann erlendi leikmaður IR-inga Ryan Taylor segi ég. Og síðan Sæþór Elmar Kristjánsson, númer 14. Ég talaði óvenjulegt byrjunarlið Tindastóls. Þá ég að tala að Antonio Hestner, erlendi leikmaður Tindastóls, byrjar ekki. Og ég myndi halda að það kemur einhverjum með opna skjöldu, en það sýnir kannski meira upp á hvað breiddin hjá stólunum svakaleg. Geta byrjað með hávaxið lið án sentersins ellenda. En byrjunarlið Tindastóls Pétur Rúnar Birgisson, Sigtryggur Arnar Björnsson, Axel Kárason, Kristoffer Kjert og Helgi Rapp Viggósson.
4 skafringar, 1 hálfskafringur, Kristoffer Kjerd. Segjum það. En þá þetta alltaf hefja skotfólk og þetta komið af stað. Grettismenn, HR sem fyrr, Pétur, Axel, Arnar, Finnur. Já, Arnar fer bara alla leið, hann svakalegt crossover hann, fristir Ryan Taylor gjörsamlega og fær galop í skot. Daði Berg, Pétur til varnar. Við höfum eftir að sjá þetta mikið á þessu tímabili hjá Tindastól að það verður pressað allan leikinn. Helgi með frábæra vörn og hann hafði engri stöðu hann. Pétur, Finnur, Axel og Pétur. Smá fát hana, já, með bara miskilningur. Kjerd, já, galop í skot. En setur ekki honi. Helgi hann í barndunum, Danir og Tómas næði frákastinu. Kemur Mattias Orri. Arnar til varnar. Hann fær vagga og veltu frá Taylor sem að virkar ágætlega og Taylor alla leið, sterkur. Já, lúkar fyrir að vera sterkur þessi. Ég þekki ekki nógu mikið til Ryan Taylor og ég náðu bara ekki að kynna mér hann nógu vel, en Arnar fer upp í þrist. Það er auðvitað Sigtryggur Arnar Björnsson. Svakaleg skipta. 5 stig, öll frá Arnari. 5-0, 5-2 sig. Danero, Axel til varnar. Danero, það er hárrétt. Axel stígur hann upp á mótunum. Það er ólöglegt. Mattias tekur boltan inn fyrir IR. Nú finnur Ryan Taylor. Daði Berg, Mattias, innan Taylor. Stór Taylor. En Helgi það líka. Og hann frýta ekki á hann, en það skiptir engu máli. Hann er frákastinu, leggur honi. Honum líður vel á blokkinni þessi, það er greinilegt. Arnar, Pétur. Það er sama áðan, Kjerd hótar skotinu út og hann finnur Arnar, nei. Flott vörð hjá Danero, fær villu. Kannski umdælileg villa, veit það ekki. Hann var alltaf ekki sáttur með hana. Helgi finnur Pétur, já, Pétur óöfinn setur ekki honi hana. Danero með sterkt frákast, kemur upp boltan. Og hann bara gáir ekki nógu vel að sér og Arnar bara tekur nú að sér á honum. Kemur síðan upp, finnur Kjerd. Kjerd er einhvern dripp og setur honi. And one, Kristoffer Kjerd. Kjeld að vera komin í vandræði en hann sá við með þarna. And one, hann fær 1 vítaskot. 3 stiga sókn. 7-4. Auðvitað setur hann. Víti honi. Auðvitað segi ég, Tindastóls lélegasta vítalið Dómsdeildarinnar í fyrra. En já, það lítur að hafa verið bænt. Arnar með annar stólinn bolta. Stelur hann af Mattias hér núna. Og hann er í einhver dripplæfingum og finnur ætla að finna Kjerd hann úti. Missi boltan út af. Hann vildi meina að hann ætti boltan sjálfur en Rögnvaldur Hreiðarsson, dómari, einn af 3 dómurum þessa leiks, dæmir IR boltan. Daði kemur boltan og Pétur sem fyrr. Hleypur með honum allan völlinn. Mattias, Ryan Taylor. Helgi nálægt til að stela boltan á hann, gáði ekki nógu vel að sér. Hann ætla bara á Helga, fer alltaf leið. Hann er topp maður þessi. Hann er komin í 6 stig. Það eru bara öll stig í hér í þessu leik og Pétur fer alltaf leið. Óheppinn hann Pétur, vildi á villu, ekki viss. Mattias fer alltaf leið, alveg pottþétt, já. Það er sama, hann vildi á villu þarna en átti ekki. Pétur fekk ekki eftir sinnsnúð. Kjerd í þrist, ekki honi. Helgi með frábær barnd og Axel sem leiðis. En þetta er darraða dansan í tegnum hjá IR. Mattias dribblar út úr þessu, Sæþór kemur upp boltan. Sæþór fer alltaf leið. Kannski óskynsamlegt fyrir Sæþór þetta 1 á 3.
En Arnar kemur þá upp með boltan. Biður gamla góða horn. Helgi, Pétur. Finnur upp erfið. Villa á Daða Berg fyrir að halda í Helgarafn. Helgarafn ógirtur og núna kemur Hester inn á. Það eru mikið glóaklapp. Hester er að koma svakalega vel undan sumri. Arnar fer á Mattias. Hann finnur Hester. Hester fer í erfitt skot hana. Hann næði sjálfur frákastinu. Hann fór ekki í hringinn og skotklukka rann út. Axel þurfti að feika hana upp. Flott vörn hjá Íringum. Bortsi að skipa sínum mönnum með harðri hendi á hliðarlínunni. Segja hann hvernig að spila á móti þessari vörn. Mattias. Arnar til varnar sem fyrr. Arnar, hann passar á villur og átti að til á síðasta leiktímabili að fá svona óþarfa villur, en Mattias driblar sig bara í vandræði þarna og Sæþór fær villu, skynsamleg villa hjá Sæþóri, stoppar hraða sóknum og stundar stólpunum, en nei, engin bónus kominn. Nú kemur Herra IR inn á, Sveinbjörn Klassen og Sigurkarl nr. 21. Svenni Klassen nr. 10 sem fyrr. Friðrik Þór kemur inn á fyrir Pétur. Þetta verður púsluspil fyrir Martin í vetur að hleypa öllum leikmönnum inn í leikinn. Það verður fróðlegt að sjá hvernig hann mun spila þessu. Þeir eru ekki að nýta sér Hester eins og er. Friðrik sá ekki Axel nú snemma, ekkert í gangi. Og jú, Friðrik finnur Hester hana og Hester óheppinn. Axel með blakk út hana, en það dettur í hendurinn á Mattiasi sem er komið fram. Danero finnur Ryan, nei, finnur hann ekkert. Arnar enda með hann finnur Hester og Hester, hann hefði tróðið þessu. Staðan fyrir Villa og Danero Tómas, þetta er önnur Villan og Danero Tómas í fyrsta leikluta. Þannig að hann er líklegast að fara að setjast í bekkinn annarkvort núna eða mjög fljótlega. Hannes kemur inn á fyrir Kjert. En Danero hangir ennþá inni. Hester sigur fyrra við Jóni. Já, ég var búinn að kynna ykkur fyrir dómuruleiksins, allan einu þeirra, það er Rögnvaldur Hreiðarsson. Síðan eru Sigmundur Már Herbertsson og Eggert Þór Aðalstinsson. Þetta eru líklega bara þrír einu bestu dómurum landsins, þannig að hér ætti allt að vera hershöndum, svo má segja. Mattias, Danero, hann hefði átt að sjá Sveinbjörn í horninu, en ákveður samt að fara sjálfur, fær villuna á Arnar. Þetta er held ég, þannig að fyrsta villuna á Arnar. Mattias, Friðrik náði til að stela boltanum núna. Mattias dribblar, Sigurkarl í þristinn, erfiðu þristinn með hendina og Arnar er gjörsamlega í andlitinu á þessu. Friðrik Þór enda síðan með boltan. Axel. Við fara inn á Hester núna. Tók langa tíma, núna fær hann bara 10 sekundur á blokkinni, en hann fer alltaf leið. Óheppinn að fá ekki villu hana, en Danero hefði fengið sína þriðju villu og hann var svolítið að stífa línuna hana, en Ryan Taylor klúðraði í fyrsta skipti í leiknum. Hann er með fína hreyfingar á blokkinu þessi. Arnar fer upp í jumper, hann setur honi svo makka fólkabúl sem hann er. 7 stig hjá Arnari. Hann er komin í vörnina. Sigurkarl á erfið að losa hann. Það er villa á Friðrik líklegast fyrir... Já, Friðrik heldur hann í Mattias, þannig að hleypir ekki teginn. Það er tvöföld skipting hjá Martin. Pétur og Viðar komu inn.
Axel og Arnar út. Mattias. Ryan Taylor, hann fer inn, Finnur Sigurkarl. Viðar með fína vörn þarna. Finnur Friðrik Þór. Viðar fljótur að koma inn og stela boltanum. Pétur í langan þrist. Setur honi Pétur Rúnar Birgisson. Og það er beint í leikli held ég hjá Bortse Iljevski. 8 stiga munur. Þetta er búið að vera ansi létt það sem af er hjá Tindastól sem að skora nokkuð þægilega á meðan að Íringin hafa þurft að þeir hafa þurft að hnoða sig í gegnum þetta. Þá er það Ryan Taylor sem er búinn að skora öll stig í Írringa. Hann er að draga vagninn. Hefur Mattias Orri Sigurðsson ekkert komist fram í þessu leik það sem af er þarna. En hann á eftir að koma tilbaka. Nú þessi lið mættust hérna í æfingaleik fyrir ekki svo alllöngu hér á Króknum. Írringar gerðu sér ferð norður á Sauðárkrók. Þökkum kærlega fyrir það. En sá æfingaleikur var eign Tindastólsmanna frá upphafi til enda. Þau endaði með 25 stiga mun, eitthvað svoleiðis. Og það er í þeim leik þá vantaði í herbúðir Tindastólsmanna var Hester ekki kominn. Viðar spilaði ekki, Helgi Freyr spilaði ekki. Á meðan vantaði, skal ég segja, Daði Berg var ekki með IR. Ryan Taylor var ekki með IR. Að mig minnir maður Sigurkarl heldur ekki, þannig að það vantaði stóra pósta í bæði lið. En hér eru allir hestar klárir, allir heilir. Ég var að spjalla við Martin fyrir leik og hann var svo glaður að það væri allir heilir í fyrsta skipti í langan tíma. Írringar hlaupa í gegnum pressuna, létt, setja sig hann upp. Þegar það eru 16 sekúndur eftir skotmínútunni. Fín, vel leyst huginn segir. Ryan Taylor ætti að tróða þessu en Viðar var með góða vindu hana. Engar auðveldar körfur. Og það eru 2 vítaskot sem Taylor á. Nú Björgvin Hafþór Ríkharðsson inn á fyrir Friðrik Þór. En eitt bakvörðurinn sem við höfum. Fyrra viti ofan í á Taylor. Ekki, Hannes fyrir Rómundi, hann fyrir Pétur. Pétur setur upp. Nú eru 4 ungir pluss Hester, það eru 4 bakverðir. Mikil hlaupapáir. Viðar í þrist, hann er skakkur. Svenni kemur upp í boltan. Svenni fyrir alltaf leið. Svenni óöfinn alltaf að ná skrúan honi. Björgvin, skelvileg sending á Bjögga. Sigurkarl bara þurfti að ná honum. Pétur búinn að stela boltanum tilbaka. Hann fyrir alltaf leið, Taylor ætlar að blokka hann. Lofthrói. Pétur sá við honum. Nú, Mattias fyrir stuttur. Hester. Og hann er að tróða þessu, Antonio Hester. Sending frá Hannesi Inga Másinni. Þetta eru skemmtikraftar. 18-7, 11 stiga munur. Og stemningin er, það er fyrsti leikur og stemningin er ansi góð, skal ég segja ykkur, gott fólk. Þið þurfum að mæta í síki. Og Hester með frábæra vörn. Næra bjargunum, Pétur púlar upp í þrist. Setur hann onni Pétur Rúnar Birgisson. Gjörsamlega keyrir yfir Írringa henni lok fyrsta leikluta. Kristinn Magnússon
tekur upp boltan, kemur hún þá á Ryan Taylor og það er vill á Viðar, hann var innan við hringinn. Það er mómentið var allt Tindastóls-megin. Það var ein skott fyrir ÍR-inga að þetta hefði ekki verið ruðningur. Það hefði allt gjörsamlega orðið vitlaust. Það er Ryan Taylor, hann hefur skorað öll stig ÍR-inga, 7. Það er 1:36 eftir að fyrsta leikta, höfum það 8. Ryan Taylor fær hvíld, hvíli vantarlega sem eftir er leikhlutans. Skipting á ÍR, Trausti Eiríksson, nr. 9 kemur inn og Daniel Tómas fyrir Sigur Karl og Taylor. Pétur kemur upp. Hann finnur Viðar. Hann kemur inn á Hester og Hester fær vindu. Aðeins ákvæðu Trausti hana, ýtir honum út úr teignum. Allt í lagi aðeins að koma við menn, en þetta var svona í það mesta. Það er komið bónus, Hester á leiðin á vítalínuna. 2 skott. Stuttur. Seinna vitið, kúntrar til Jóni. Daði Berg kemur inn fyrir Matta. Mattias Sverrir Sigurðsson. Hann væntanlega hvílir hérna síðustu mínútuna. Fyrsta leiknum, 1:20 eftir. Daniel Tómas tekur upp boltan. Hann er heppinn að fá ekki dæmt á sig yfir miðju. Slapp. Daði Berg segir byrjum til varnar. Örnum Gögga. Hann er búinn að isolate sig með Viðar. Það er Villa, já, á rétt. Villa Hester. Já, Villa Hester. Viðar kemur út af. Viðar er að jafna sig af öklameiðslum. En er heitt heilsu, það er ekki það. Sama með hér, allir heilir heilsu. Daniel Tómas og vítalínunum fyrir 2 skotum. Jájá, komið Jóni. Daniel Tómas er þá fyrsti sem kemst á blað. Já. Ryan Taylor var hinn á skóra öll sín, við talaðum á hann. Jájá, setna víti sömuleiðis. Daniel Tómas kemur til ÍR miðju síðast tímabili á Þór Akureyri. Hann er giftur íslenskri konu, minnið að það sé bara Fanney Lind, Körfuboltakona. Hester dettur hérna, nær þó að losa boltan. Pétur fær opið þrist, setur honni Pétur Rúnar Birgisson. Hann er vel innstilltur hér í kvöld. Pétur kom með 11 stig. Það er pressa, sem fyrr. Ferskar lappir, alltaf ferskar lappir inn á. Tómas, hann er að drippla upp, það er kannski ekki alveg það sem ÍR-ingar vilja, ég trúi því ekki. Hann sé að drippla hérna, fær nú vill á endanum á Hester, þetta er önnur vill á Hester. Og Helgi kemur inn á fyrir Hester. Hætti ekki á að Hester fái 3. villuna hérna í fyrsta leikluta. Hester er ósáttur. Daniel Tómas er stuttur. Seinna vítið er langur, en Axel er í baráttu frákastið og Trausti og Axel
nær boltanum. Já, frábærlega vel leyst þarna. Og villa á Daða Berg. Þetta er þriðja villan á Daða. Ég veit ekki hvað hann að kvarta þetta. Klár villa, ítir í baki á Pétur hana. Pétur á leiðinu á vítalínu, 2 skot. Sigur Karl kemur inn á fyrir Daða Berg. Sýnist Borts, já, hann að rúlla á 8-9 mönnum. Þeir eru jafnir svona, vanta meiri svona, kannski einhver þriðja hjálpina með. Þannig með hvernig Danir og Tómas að spila hérna í byrjunleik. Með Matta og Ryan Taylor, fyrra víti hjá Pétri Róni. Seinna víti sömuleiðis. Svenni tekur hann inn, Sigur Karl nær boltanum. Á Sveinbjörn Klassen, meðalhöfðingi, komið til að stýra þessu. Hann þekkir þetta allt saman. Tómas, Kristinn Magnússon. Kristinn að koma meðslum, spila ekkert nýjar á síðasta leiknum, en nýtir sem ekkert. Þar á undan var hann líklega frábær vörn hjá Pétri, hann nær að bjargunum síðan og Arnar bara hrifsar boltan á honum, nær skotinu en nær ekki nógu miklu kraft, hann dreif ekki yfir. En já, ég var að tala um Kristinn Magnússon, hann spilaði ekkert í fyrra, sögum meðsla og þar á undan var hann að spila með Haukunum og þar var hann, já, ætli hann hafi ekki verið svona sixth man of the year það ár. Hann var 7. maður í Haukunum og var svakalega mikilvægur fyrir þá á þeim, en ákvað að sögla sem og meiddi síðan. Ánægilegt að fá hann á parketti aftur. Við alltaf hafa sterkustu liðin. Ekkert leiðilega meiðsli. En fyrsti leikur er búinn, staðan 27-11 fyrir Tindastól. Eftir frábæran kafla þar sem að kom þristur, tróðsla, hraðaruplaup. Bara allt skemmtilega sem að körfubolti hefur upp á að bjóða. Og þetta kom frá Tindastól, bara svo að það sé á hreinu. Nú, já, Tindastóll, það sem ég ætla að segja er að Tindastóll réðu nýjan aðstoðarþjálfara með Martin. Já, nú er ég alveg búinn að glemma hvað hann heitir, svona sjá. Fernando Munoz. Hann spænsk ættaður og kennir jafnframt spænsku hér við Fjölbrautaskóla Norðurlandsvestra. Samhliða því að aðstoða Martin. Ég leggja allir á vogaskáluna hér í samfélagið. Nú, þetta að hefjast. Íringar hefja leik í öruleikluta þar sem Tindastóll náði hérna uppkastinu. Það eru sömu lið hjá báðum. Nei, Ryan Taylor kemur inn og Matti kom inn fyrir Daða Berg og Sigur Karl. En hjá Tindastóll það Arnar, Bjöggi, já þeir ná trappan strax. En Axel ekki nógu snöggur að koma en þeir ná samt að taka hann 6 sekúndur á klukkunni. Fara á því að vera kvikk á fótunum og mæta Matta strax. Kristinn, Ryan Taylor, þeir vilja pottet ekki hann sér í boltan þarna. Hann kemur sér á blokkina hinum megin, ítir Helga í burtu. Sterkur þessi. Finnur síðan Danir og Tómas, galopinn í tegnum og auðvelt sniðskot fyrir Tómas. Arnar, Svenni til Arnar. Svenni fær hardskrif á Helga Rafni. Arnar í galopskot. Nei, hann blokkaður af Ryan Taylor og Ryan Taylor ætlar að dundra honum í Arnar. Hefur nú ekkert þurft að kasta svona fast. Hann hefur örugglega hitt hann frekar en að kasta lausar. En hann hitti ekki nema gólfið. Og það þá Tindastóls boltinn. Hann eitthvað reiður á Taylor, ég skildi ekki. Voðalega reiður að sjá. Sjáum hvernig sé ekki brúðast betur. Líður á leikinn. Pétur fer alltaf leið. En Taylor blokkar hann í burtu maður. Burtu með hann bolta. Búinn að spotta þetta út bara þennan Pétur laði á stað sýnist mér. Axel tekur boltan inn fyrir Tindastól, 16 sekúndur á klukkunni. Og Axel finnur Helga Rafn. Helgi Rafn á Pétur, Pétur á Arnar. Arnar
tekur eitt skref inn, setur hann ekki honni. Bjöggi baráttunni, Helgi, en enda með Daniel og Tómas með frákastið. Hann finnur Mattias og Pétur brýtur á honum. Viljandi. Stopp á sóknina. Fyrsta villan af Pétri, þetta skynsamlegt hjá honum. Kjert kemur inn fyrir Bjögga. Þetta var stað, Svenni fyrir Mattias. Það Arnar til varna. Arnar, Ryan Taylor hótar þrist, ég trúi ekki að Helgi þurfa að fara svona hratt í hann. Láta hann reyna á hann allavega í skotinu, en hann átti auðvelt sniðskotana. 27-15 og Pétur, fallegt túmarplay hann með Helga Rafn, en nær ekki að klára sniðskotið og Daniel Tómas í þrist. Setur að Ekkjoni, Helgi með sterkt frákast, finnur Pétur síðan. Pétur á Kjert og Kjert, hann finnur Helga og Helgi með, nei, Helgi klikkar á sniðskotinu hann. Mattias kemur snöggt upp og hann klikkar á sniðskoti líka. Og allt í hennu Pétur kominn einn á móti öllu IR-liðinu. Hann fyrir erfitt skot, en setur á honni. Hann að spila frábærlega hérna. Erfiðleika stöðunar á þessu skoti var svona 10 ef við erum á skalanum 1-10. Svenni með Pétur á sér, Pétur fína vörn hana. Heppinn að fá kannski ekki villu, en hann reynir að trappa Arnar og þeir ná því. Hann að leysa þetta. Arnar stígur út af áður að losa boltan, segir Rögnvaldur Hreiðarsson. Martin ekki sáttur. Mattias. Svenni, Kitty Marnós. Tómas vill í boltan og ósáttur að fá hann strax. Tómas, Mattias, inn á Taylor. Taylor, hann fyrir á Helga. Helgi fær vill á sig, já. Helgi heppinn að fá ekki Taylor eitthvað voðalega illa fyrir kallaður hana. Ég veit ekki hvað þetta er. Nýbúinn að fá villu og allt klárt. Hann á leiðinu vítalínu og sko, já, gæti skora 2 stig. Arnar eitthvað svona aðeins að kýtast í honum. Setur ekki vídeóni, sem gerir það verkum að þetta var bara fínasta villa. Nú. Setur seinna vídeóni. Friðrik Þór kominn inn fyrir Pétur. Friðrik finnur Arnar. Arnar nálægt í að missa boltan hana, Svenni að stela honum. Svenni og Arnar villa á Svenna fyrir að hrinda hana þegar Arnar komið fram hjá honum líklegast. Þetta eru misjöfn hlutskipti að vera dómari. Rögnvaldur Hreiðarsson ekki kannski vinsælasti inn á vellinum hjá Tindastóls eins og staðinn í dag, en Sigmundur aftur á móti örugglega ekki vinsælastur hjá IR eins og staðinn í dag. En báðir þessir dómarar örugglega að dæma alveg frábærlega. Kjert fær villu á Tómas líklegast. Já. Þetta þriðja villan á Tómas. Þá Dani Berg og Daniel Tómas komið 3 villur. Þetta eru 2 byrjunarliðsmenn hjá Íringum. Það kemur Trausti inn á fyrir Tómas. Búið að skora á gólfið. Helgi Rafn, Axel. Arnar, hann fer alla leið, fær ruðning á, Svenni Klassen fær ruðning. Þetta hárrétt, hann var búinn að standa hann í, svolítið langa tíma. Hann vissi að Arnar var að koma á fullri ferð. Arnar bara hlær að þessu. Þetta fyrsta villan Arnar og það tími hjá Martin. Tindastóll aðeins búinn að skora 2 stig
í öðrum leiklutanum á fyrstu 3 mínútum. Meðan hvað var ekki 10 stig hjá ÍR, en það er 6 stig hjá þeim. Það er 29-16. Jæja, þá er alltaf komið stað hjá okkur aftur. Eftir leiklið sem að Ísrael Martin, þjálfari Tindastóls tók. Það er pressa sem fyrr. Kristinn Marinusson fær boltann, hann er dribbla á Kjerd. Þetta ætti að vera ójafn leikur fyrir Kjerd þar að segja. En Matthías Friðrik Þór til varnar, að hann fær vill á sig hárrétt. Matthías, Svenni með fínt skrín, annað skrín frá Taylor, Svenni, Addi vill á Svenna, hann notar vinstri höndina, hann er aðeins og gráður hann á vinstri höndinni, íta í Arnar, Arnar sá þetta fyrir og lætur sig falla í gólfið, sjálfsagt mál, það þarf að skúra. Skipting, Hestur kemur inn á, Hestur fekk 2 villur í fyrsta leiklutanum, spilaði lítið þar, 3 mínútur, 4 mínútur. Kemur Friðrik, Matthías til varnar, smá deyfði yfir leiknum svona eins og staðan er í dag, eða staðan er núna. Kjerd færar hann á blokkinni, Matthías til varnar, Kjerd stígur út af, hárrétt. Sóknir beggja liða finnst mér bara nokkuð staðnaðar, eða svona er ekki rosalega bit í honum eins og var í fyrsta leiknum, sérstaklega hjá Tindastól. Matthías kemur upp boltan, það er fínt skrín frá Trausta. Þeir eru bara komnir upp, þetta stillst upp. Ryan, Axel til varnar. Já, hann er trukkan hann bara niður hann. Hendur hún sér bara út af. Þó að Bára hafi gaman að körfubolta þá Friðrik Þór Hester, Kjerd, erfið sendinga, svona leiðilega. Arnar kemur upp úr skríni, finnur síðan ætti að finna Hester, nei, skelvileg sending á Arnar þarna. Martin ekki sáttur á liðalínunni. Og Matthías fyrir alla leið, setur hann ekki honni, en Hester nær frákastinu. Hann er með, hann fær óðurdumarslega villu, hárrétt, þetta er ólöglegt, hann grípur bara hann til að grípa hann. Hester á leiðan á vítalínuna og Tindastóll fær síðan boltan aftur. Pétur kemur inn fyrir Frikka. Fyrra víti honni á Hester. Þetta var óþyrftamæslega villa, það eru 2 víti, en ef þetta væri tæknivíti þá væri bara 1 víti. En í báðum þessum villum þá fær þá sem að
að skjóta fær það lið boltan aftur. Kert, Pétur. Axel. Inn á Hester. Hester fer alla leið, setur að löflegt onni. Þetta var ansi einfalt fyrir hann. Og Kristinn heppinn að skrifa ekki hann, ósáttur að villu. Arnar nálægt í að stela boltanum hann. Mattias fer alla leið, setur hann ekki onni og Hester með fínt frákast. Hester kemur bara upp í boltan, finnur Pétur stoppar og setur hann ekki onni í. Þessi fyrsti þristurinn sem var klúrar í leiknum. Þá kemur Svenni í þrist. Svenni setur hann ekki onni í. Nær sínu eigin frákasti, langt skot, langt frákast. Þetta eru þekkt fræði. En Kristinn Marinusson setur þristin onni í. Pétur, Kjerd, það var opið hann, en Arnar fær ennþá opnar skot og hann setur onni í. Smoðurum strax með þrist, Kjelsmenn. Og Bortsi Iljevski, þjálfari Íreyringa, biður leikli. 36-19, 17 stiga munur fyrir Tindastólsmenn. Klukkan búinn að flauta út leiklið. Rögnvaldur hefur engan tíma. Þá er Davíð, Matti sem fyrr. Ryan, Mattias, skrýn frá Ryan Taylor. Trausti í þrist, setur hann ekki onni og það er baráttu frákastið. Pétur slær hann. Fín baráttu hjá Sveinbirni Klassen hann. Laufléttur dýralæknirinn hann, Axel Kárasson. Stökk yfir skillinn. Kristinn inn á Taylor. Taylor snýr að sér Axel. Þetta er frábær hreyfing hjá honum. Hann er nokkuð lunginn hann á blokkinu. Pétur, Taylor, hann er með langar hendi, erfið sending á Pétri. Dómararnir veit ekki hvor snerti hvað, ég sá það ekki. Sigmundur og Eggert eru ekki vissir. Já, rýr bolti. Pétur eitthvað að kvarta hann, fær aðvörun. Óþarf að kvarta yfir þessu, þetta er bara sá þetta enginn og þeir dæma ír bolta út að það eru meiri líkur. Arnar heppinn og ekki villu hana. Trausti, Hester til varnar. Ryan Taylor fyrir langan þrist. Hann er mjög stuttur. Traustinn er frákastinu og Taylor fær boltan aftur. Mattias fyrir þrist núna. Það er onni, Mattias Orri Sigurðsson. Minkar þetta niður í 12 stig, 36-24. 3 mínútur eftir öðrum leiklutunum. Chris Kjerd finnur Arnar. Arnar, já, hann fíblar Svenna í
En næri ekki að setja honni, þetta hefði nú verið gott. Svenni vissi ekkert hvort hann var komið að fara hana, en Matthías fer upp í þrist, setur hann aftur honni, kemur þessu undir 10 stigin og það er alltaf mjög gott og sálrænt. 36-27. Hester fær boltan aftur. Arnar og Axel komur að vinna Hester, hann er með Svenna á sér. Já, þetta ætti að vera einfalt og það er það. Setur honni og vill á Taylor. Antonio Hester. Líklega, já, þetta er bara fyrsta villan á Taylor. Vindan hefur verið búin að fá. Danir og Thomas kemur inn á fyrir hvern? Já, þeir eru 6 inn á. Nei, Svenni fyrir út af, Svenni Klassen. Sveinbjörn Klassen. Hester setur lítið honni. Engin vandræði þar. Matthías, Arnar fellur við. Kemur tilbaka í vörnina. Matthías, hann langaði þrist, það er alveg pottet. Og Ryan næstum búinn að henda honum út á hana. Gott skrín. Kitty Marinus langan þrist, setur honni Kristinn Marinusson. Þetta er einmitt það sem hann var ansi drjúgur fyrir Haukana. Hann er mjög skeinuhætt skytta. Pétur kemur úr skríni, fær galopinn þrist, setur hann ekki honni. Var eitthvað skrítinn. Matthías kemur upp í boltan, Arnar til varnar. Fær skrín, aftur fara inn á Taylor segi, þetta er nákvæmlega sama kerfi. Vagga og elsta kerfi körfuboltans, körfubolta 101. Og Ryan Taylor setti sniðskotið. Axel finnur Arnar fær skrín frá Hester. Pétur kemur upp úr skríni hjá Arnari. Hester, já, þetta er einfalt. Danir og Thomas til varnar hann og 3 villum, þannig að hann gæti ekkert gert. Hester fær þannig með einfalt sniðskot. Nú boltinn blautur. Af og Vassopa. Kemur Björk inn á fyrir Arnar. Björki til varnar, Matthías tekur boltan upp sem fyrir Inga. Það er að fá skrín og Trausti fyrir þrist. Trausti setur hann honni. Já. Þeir eru að láta það rigna hérna í öðrum leiklutanum. Björki. Hann reyndi að finna Hester en Ryan Taylor tók handboltamarkvæslan á þetta. Það eru 14 sekúndur á klukkunni. Skotklukkunni þarf að segja. Og þetta er alveg hátt í það að vera óíþróttamannslega en mjög hörð og góð villa samt hjá Trausta. Þetta kerfi var frábært. Endaði með því að Ryan Taylor var á Pétri og það er mikið mismat. Hester segi á liðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Fyrra vítið er ofan í, það eru 47 sekúndur eftir af öðrum leiklutanum og Íringar eru búin að minnka þetta niður í 7 stig, 42-35. Seinna vítið á Hester kemur upp í 8 stig, 43-35. Danir og Thomas er tekin út af fyrir vörnina hérna, ekki að hætta á að hann fái 4. villuna í fyrra hálfleik. Skynsamlegt hjá Bortse og Sæþór Elmar kemur inn á. Sæþór fær boltan, finnur Matthías Sigurðsson. Matthías og Björki til varnar. Hann er að reyna að finna Taylor. Axel náða haldunum hans er langt úti. Kristinn, fín vörn hjá Hannesi, mjög gott close out. Og það er bara frábær vörn hjá stólunum.
Þetta var svokölluð liðsvörn. Endum með þar 3 að blokka hana Matta í miðjum tegnum. Nú kemur Hannes, nei Axel segi fyrirgeði. Bjöggi hefði átt að fá boltan en hann kemur honum ekki inn á Bjögga en Pétur kemur honum inn á Bjögga og Sæþór ætlaði svo að blokka Bjögga hana. Hoppaði upp í loftið en Bjöggi náði að feikar upp í loftið sig og á leiðin á vítalínuna. 2 stig, 2 skot, 3 sekúndur eftir af fyrsta leikluta, fyrsta hálfleik. Og voðalega erfitt að koma út með orðunum núna. Það er svona fyrra víti á Bjögga Róni. Engin vandrar á þimbanum. Seinna vítið ekki Jóni en Hester ópen ná ekki boltanum hana. Ryan Taylor reynir neyðarskot. Það var bara lúmsnálægt í. En fyrri hálfleikur í bókunum 43-35. Það sem stólarnir leiða hér í fyrsta leik á tímabilinu. Við fáum okkur kaffi og heyrumst eftir örskamma stund.
Já, velkomin aftur, gott fólk. Vona að kaffisopinn hafi verið góður. Það var allan fínn hjá mér. En þá förum við að byrja þetta aftur, 43-35. Staðan, Tindastóli í vil. Og nú, það er gjörbreytt byrjunarlið hjá Ísrael Martin. Já, gjörbreytt segi ég. Það er Axel og Helgi fara út og Viðar og Hester kom inn. Og Tindastóls byrjum boltan þar sem við náðum uppkastinu í leiknum og við skiptum þessu bróðulega á milli okkar, Tindastólsmenn og Íringar. Pétur fer á finnur Chris og Chris fer alla leið, nær ekki boltan, nær ekki að skora. Óheppinn hann að Chris fær síðan smá byltu hana en hristi þetta af sér. Kristi Marunsson setur þrist, opnar hálfleikinn, sterkt fyrir Inga, 43-38, kemur sinni í 5 stig. Slær, Arnar fer bara í þrist, vill svara þessu og gerir það. Og Chris Kjerd rennur hann á vellinum, hann má ekki við þessu, með sín brothættur hné. Mattias finnur engan, setur bara skot, það er stutt. Pétur finnur Arnar finnur aftur og núna dettur Hester. Það er vonandi að sé í lagi með hann. Hann er allan ekki, hann er eitthvað frekar krambúleraðar virðist vera. Þetta er mesta hættan við þessa leið og kemur smá bleita þá er gólfið eins og skautasöfn. Og það voru 2 leikmenn sem að hrynja þarna. Hester er svona að jafna sig, þetta er alltaf að koma. Já. Pétur finnur Hester, þetta er einfalt, óheppinn, nei, hann er stuttur. Arnar nær að slá boltan út af þannig að hann stoppar sóknina. Tindastólsmenn á að setja í vörnina. Það er alltaf betra heldur en að fá Íringarna hratt á sig. Þetta er dómarunum að kenna. Já, hann ætlaði að stoppa þetta. Skotklukkan var í 22 sekúndum. En Sigmundur segir að þetta sé alveg hárrétt. Eggert vildi meina að þetta verið 24 sekundur en það voru 22. En Viðar til varnar, þetta er hárrétt. Þetta er bara vill á Daniel Thomas. Fer upp í andlitið á Viðari, saman hvort það sé óviljaverkið ekki. Það er bara alltaf villa. Þetta er 4. villan á Thomas og hann skilur ekki sitt rjúkandi ráð hérna. Viðar hann fengið aðeins á kjamman hana. Pétur kemur upp með boltan. Og það er inn á Hester. Hester fyrir utan þryggjastælínuna. Við viljum hafa nær körfunni. Pétur finnur Arnar í horninu, Arnar í þrist. Arnar setur hann ekki honni en Viðar með, nær ekki að grípa hann en Eggert er ekki viss í sinni sök. Dæmir Tindastólsmönnum boltan. Þetta er frábært innkastskerfi og þetta er villa, 2 skot. Sveimt klassin að fara yfir þetta með Youngbloods, Sigurkarli. Chris Kjerd á leiðin á vítalínuna, 2 skot. Fyrra vítið er ofan í. Chris Kjerd er frábær vítaskita, ég held að hann hafi verið í kringum 90% í fyrra. Hann með minnir. Seinna vítið ofan í sömu leiðis. Þá kemur Mattias og Arnar til varnar og það er skrín frá Taylor. Það sem er
Ísrael Martin að gera með þessu að láta hans pressa þarna völlina. Íringar eru aldrei að byrja sóknina þegar að Ryan Taylor skýtur stuttan þrist. Þeir eru aldrei að byrja sóknina fyrir að það eru 16 sekundur eftir að skotklukkan. Þeir fá aldrei langa sókn. Arnar finnur Viðar í horninu og Viðar hatar ekki hornið. En já, hann er alltaf langt frá því að hitta það núna. En fer alltaf leið þarna, leggur hann löflegt honni. Fallegt gegnumbrot hjá Viðari sem að endar í auðveldu sniðskoti. Eins og við segjum, þarna Matthías hendi boltanum út af. Kristinn vildi fá Vill og Pétur hann fyrir hald. Ég sá það ekki, ég bara var ekki að fylgjast með teiknum. En enda með því að það er tilhaldsbolti. Pétur, Kjert. Já, Kjert fær galopin þrist og það er ekki honni, hann stuttur. Það er Vill og Viðar. Hann er að klifra yfir baki á honum. Og það er IR á endalínunni. Matthías. Það er hart skrín frá Taylor. Hann fær rúlla vel að körfunni en hann er stuttur í sniðskotinu. Og það er sameiginlegt frákast þarna hjá Tindastólsmönnum. Og frábær, nei, þetta er eitthvað. Þetta var eitthvað kjaftað hann í Arnari, hann átti bara að taka boltan niður og Pétur, óheppinn að stela ekki boltanum hann, Sveinbjörn erfitt skot síðan. Það er af Sigurkarli og Tindastólsmenn eiga boltan. Þannig að þetta fát sem er búið að vera róast vandalega með því að Pétur kemur upp um boltan og tekur þessu trausta taki. Og þetta er enn og aftur. Þannig Svenni að brjóta á sig, hann fer inn í stökklínuna hjá Hester. Það er vantilega það sem að Rökkveldur er að dæma. Viðar tekur boltan inn. Þetta er eitthvað voðalega, já, þarna mjög hægt kerfi þarna. Arnar kemur upp úr skríni, galopin þristu, það held ég! Sigtryggur Arnar Björnsson. Þetta er það sem hann kemur með. Þetta er afbragðs skotmaður og síðsona eru Tindastólsmenn komnir 15 stigum yfir, 53-38. Ég var að tala um það hérna í hálfleik við nokkra að það svona var stig íringa. Þau voru svona miklu erfiðari heldur en Tindastólsmanna. Og það heldur áfram bara hér þegar annar leikluti er að verða hálfnaður. Árður komið á stað, Matthías. Ryan Taylor, hann hefur ekkert sýnt núna það sem hafið seinni hálfleiks. Trausti þorði ekki sendinguna hann inn á Kristinn sem var með frábær backcut. Og Vill og Arnar. Sveinbjörn með Matthías. Finnur Ryan Taylor, hann hótar þristinum og fær vandalega ruðningin hann á sig. Já, Arnar var búinn að ná sér í stöðu.
Þetta er önnur villan á hann. Það er einungis Stanley og Tómas sem er í villuvandræðum. Það eru nokkri með 3 villur. Það eru Daði Berg með 3, Svenni Klasse með 3 og Viðar Ágústsson er með 3. Nú er skipting hjá Martin. Friðrik Þór og Hannes koma inn, Arnar og Chris koma út. Sömuleiðis skipting hjá Íringum. Sæþór Elmar kemur inn og Geti Marinós fer út. Hannes finnur Pétur. Pétur kemur upp, Sveinbjörn til varnar. Já, frábær bakkvöld hjá Hannesi, setur hon í end one. Hannes Ingi Másson. Frábær innkoma. Gamla góða bakkvöldið maður. Þá bara setja vítið. Auðvitað gerir hann það. Helgi Rafn kemur inn fyrir Hester. Og þess má gaman að geta að nú eru eingöngu, ekki kannski skafringa, Hannes er ekki skafringur, hann er húnveitingur. En Axel kemur inn fyrir Viðar. En Martin er að rúlla vel á liðinu. Og þetta verður hans hausverkur held ég í vetur, að hvernig fá allir þessi leikmenn mínútur. Það var allir verið að pæla í því. Axel, frábær við Örn hjá Pétri. Hann bara tekur og Sveinbjörn brýtur síðan á honum, stoppar sóknina. En þetta er 4. villan hjá Sveinbjörn í klassen, var ekki alveg viss. Pétur á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. 56-38, getur komið upp 20 stig. Setur fyrra við Doni. Seinna við til sömuleiðis. Það er sömuleiðis. Enn og aftur pressa. Tindastólsmenn eru búin að pressa allan völlinn, allan leikinn. Það breytist ekkert. Erfið sending og hann hendir aftar í körfuna og það er ólegt, það er út af. Það er Tindastólsbolti. Nú er komið smá pirringur í ÍR-inga. Friðrik kemur upp með boltan, Matthías til varnar. Hannes finnur Helga Rafn. Hannes aftur. Hannes Ingi, vel gert! Hangtæmið þarna hjá Hannesi. Frábært. Taylor, Sæþór. Trausti Helgi nálægt í að stela boltanum. Daði Berg finnur Ryan Taylor á blokkinni. Hann með erfið sendingu. En Matthías enda verið í galopnu skoti. Setur honi, Matthías orri. Það er einhver höfrungaleikur hann í tegnum. Hannes, hann bara fær ekki villu. Mikið ósætti hjá bekk Tindastóls. Ryan hótar skotinu. Hann fær villu þarna og það er Helgi Rafn er eitthvað þarna lemstraðar eftir darraðadansinn í tegnum á hann. Sextíu 41. Ryan setur fyrra við Doni. Seinna vitið sömuleiðis. Fær verðskuldaða hvíld, eða hann bað þessa hvíld. Núna kemur hann inn á, skal ég ykkur segja, því að Strasnúlskas Dóidas. Ég verði bara bear with me hér. Ég er ekki alveg með þetta á hreinu hvernig þetta er borið fram. Erfið sending á Helga Rafni, þetta var aldrei að fara að ganga.
Daði Berg kemur upp, finnur Trausta í, já, hefði verið ansi góðu þristur en Daði Berg vill bara ekki skjóta, hann horfir ekki inn á körfuna. Jú, þarna gerir hann loksins og þá klúrar hann. Daði Berg engin skorari og hann fær villu á einhvern Helgi Rafn. Mjög spes að Rögnvaldur hendi boltanum út á og Sigmundur vill ekki ná hann. Ja. Trausti finnur Sítránas. Matti langan þrist en setur ekki hún í, hann var skakkur. Pétur kemur með boltan. Vill á Daða Berg held ég fyrir að halda í Helga. Já, hárrétt, 2 skot, Helgi Rafn á leiðinni um vítalínuna. Þetta 4. villan á Daða Berg. Kemur Pétur út af fyrir Arnar. Þeir félagar hafa spilað afspinnu vel hér í kvöld. 16 stig fyrir Arnar, 17 fyrir Pétur. Og síðan frændi þeirra Hester með 15 stig. Ég ætla að spá því að við munum sjá þessa 3 ansi oft í einhverjum partí af að vera efstir á töflunni hjá okkur í stigaskori þegar Helgi setur seinna víti oní. Daði kemur upp, finnur Sæþór á heppna skref ekki hann að Sæþór. Matti, Trausti, Daði Berg. Já, þetta var eitthvað vesen hana. Arnar finnur Hannes finnur Helga og Arnar. Martin segir isolation, þannig að Arnar á að fara á Daða Berg sem hann gerir og finnur Helga Rafn og Axel í þrist, það skakkur en hann nær sínu eigin frá, nei, Trausti bara frekari, Trausti Eiríksson og Mattias finnur Sítrónaskas fyrirgefið. Hann leggur þetta lauflétt oní. Friðrik Þór, Helgi, Hannes. Þeir skipta á Helgi með töluvert minnum langur þristur Arnari en Friðrik Þór með frábært frákast en hann blokkaður að Trausta. Þá kemur Matti. Mattias finnur skrifar áður en að villan greinilega. Þannig að dæmir Sigmundur skref. Kemur Bjöggi inn á fyrir Friðrik og Chris Kert fyrir Hannes. Arnar biður hótt. Helgi Rafn, hann með Daða Berg, hann á að klára þetta kallinn. Hann fer bara Bjöggi alla leið. Já, eins svona sendingu skot, ég veit ekki alveg hvað hann var að pæla á það en hann var komin í vandræði. Arnar nálægt í að stela honum. Sæþór í einhverjum vandræðum hann á endalínunni en fer alltaf leið. Já, óheppinn hann endar í höndunum á Arnar. Sæþór bara klárar hann og það villa á Arnar. Fýtt sprettur hjá Sæþóri. Hann á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Það komið bónus báðum megin. Borgi vildi fá óðýrnumannslega villu. Ég ekki alveg með það. Það var ekkert viljaverk. Arnar var bara að standa upp og lendir í honum. Fyrra viti hjá Sæþóri. Það oní. Seinna vitið sömuleiðis. Það var Hester og Kert kemur upp úr skríni. Kert á að skjóta þessu hana. Arnar vann fyrir þrist, setur ekki honi. Ekki að falla í Arnari núna, síðustu 2-3 skot.
Mattias. Bjöggi, Arnar. Axel. Þarna Kert, galopið, já. Þetta er, Arnar í varnar. Það rýmar. Trausti. Sýtur annars. Hann var að gera eitthvað sem var ómikið fyrir hann. Arnar er frákastinu og Hester á bara, hann á að fara á hann þarna maður. Ætti þessu. Arnar fær villu, skrefar, segir Sigmundur. Daði Berg. 61-47, 20 sekúndur eftir af þriðja leikluta. Sæþór kemur boltanum á Mattias. Trausti, hann finnur Daða Berg. Hann vilja að fá Ryan á blokkinni. Axel er sterkur, hann er að halda honum langt frá körfunni. Þannig að það er lengri leið fyrir hann og það er Þristur og Trausta á klukkunni. Axel nær að berjast við hann. En Sæþór náði boltanum en náði ekki að skora og þar með rann klukkan út. Leikhlutahlé, staðan 61-47. Tindastóll svona einhvern veginn með þetta í bókunum sko, en samt einhver svona deyfð og með ekki sofna á verðinum. Þarf ekki nema sæmilega gott áhlaup, 10-12 stig frá ÍR-ingum, þá er þetta komið bara í leik aftur. En ÍR-ingar eru í villuvandræðum, Sveinbjörn Klassen með 4, Daði Berg með 4, Daniel og Tómas með 4 og Sæþór er með 3. Já, Tindastóll er Arnar með 3 og Viðar 3. Aðrir vinna. Þá er þetta að hefjast. Aftur, síðasti leikhlutinn, 4. leikhluti. ÍR-ingar byrja með boltan. 61-47, 14 stiga munur, Tindastóll í vil. Nú, Daniel og Tómas komin aftur inn á. ÍR-ingar byrja fjórða leikhlutinn með Daða Berg, Mattias og Kitta í bakvarðarstofunum og Daniel og Tómas og Ryan Taylor í framherjastofunum. Björgvin nálægt í að stela honum hana. Daniel og Tómas búin að sitja lengi á bekknum, ekki alveg kannski í takt við leikinn. Aftur nálægt í að stela honum. Tindastóllsmenn byrja með Bjögga, Arnar og Kert í bakvarðarstofunum. Bjöggi, frábær vörn hjá Bjögga. Og já, Hester nær honum síðan. Finnur Arnar og Hester. Hann, fær villuna þarna á Ryan Taylor. Skynsamlega villa hjá Taylor. Hester var að fara að tróða þessu og hefði rifið upp stemninguna hérna. 2 víti Hester. En já, Tindastóllsmenn eru með Björg, Arnar og Kert í bakvarðarstofunum og Hester skorar á fyrra vítinu,
Hester og Axel í framherjastöðunum. Fyrirgeðu, auðvitað eru 3 framherjar, 2 bakverðir. En það skiptir ekki öllu. Kemur Kristinn Magnússon. Og Hester setti bæði vítin honum. 16 stiga munur, Matthías. Ryan. Finnur Danero. Aftur er Matthías. Komast ekkert inn fyrir. Og Danero í... Já, flottur þristur. Þetta er ekkert léttasti þristurinn en yfir Hester en... Hann er með óþrættar lappir. Allt klárt á kallinum. Axel galopinn. Axel á að skjóta þessu hana. Axel er bara svo mikill liðsmaður. Hester fer á Ryan Taylor, það er stuttur. Kristinn, næstu búinn að missa hana. Hester finnur, Danero finnur Ryan. Axel er til varnar. Ryan Taylor, hann er sterkur, mjög sterkur. En Axel lét hann hafa fyrir þessu. Arnar næstu búinn að tína boltanum hana. Kemur upp boltan. Arnar finnur Björga. Nei. Það er mikið dripp núna hjá Arnari. Og mikið fyrir minnsmekk. Allt og mikið dripp. 8 sig, hann er búinn að drippla núna í 20 sekundur og endar á að missa boltan og kemur síðan ekki tilbaka. Og auðvelt sniðskot hjá Daðaberg. Hester. Bjöggi. Danero næstu búinn að stela honum þarna. Arnar kemur út af fyrir Pétur. Bjöggi að 12 sekundur á skotklukkunni. Pétur kom til að stýra þessu. Ger tóta skotunum, Pétur galopinn. Auðvitað hann að skjóta þessu og hvað heldur þú? Það er ekki Jóni en Bjöggi með frákastið. Og kemur hann aftur á Pétur. Ný sókn. Pétur fær ruðning. Daði Bergner stíga fyrir hann hana. Leikli, Martin, ég er enga búinn að minnka þetta niður í 9 stig, 63-54. Ég var að tala þetta rétt á það. Þurfi ekki nema 1 gott áhlaup, þá þetta bara komið í fínan leik. Þetta er svo skemmtileg íþrótt. Það er aldrei öruggur með sigur. Fyrir að flautan kellur í lokin. Matthías með frábært gegnumbrot, afsakaði hvað kom sent inn. Kemur sterkt út úr leikliðinu hjá Bortse. En ég þakka fyrir ábendinguna á Stratakunas. Afsakið mig með rangt nafn, Hester, hann er ragur hann, átti ekki að taka upp driplið. Bjöggi í vesinni og bara miklu vesinni og hann tapar síðan bara boltanum og Danero Thomas nær honum, Ryan Taylor. Hann fær villu á, ég veit ekki hvern. Hester, 15.
þriðja villan á Hester. Voðalegt, já, sóknin hjá Tindastóli bara ekki að ganga nógu vel. Það bara mjög einfalt. Já, það eitthvað voðalega, ég veit ekki að segja hugmyndasnaut, en allan ÍR-ingar með svör í vörninni, það ljóst. Gamla góða hornið, Sæþór, Kitty Marnosi, fær villa á Kert, hann feikar hann upp í loftið, fær hann síðan í sig. Þetta bara á gólfinu. Það ekkert NBA continuation hérna, ekkert kjaftaði. Mattias, Bjöggi til varnar, fín vörn hjá Bjögga. Kitty Marnos, Kristinn finnur Danir og Tómas, en það bara skotklukka búinn. Þeir áttuðu sig ekki á því að það var þá búið að eyða þó nokkuð að því þegar að villan kemur. Þá endurnýjast hún, eða fyrir bara upp í 14. Og síðan tók bara alltaf langan tíma að koma sóknin á stað. Tindastóll með boltann. Kert, það eitthvað voðalega. Pétur fer alltaf leiði, finnur Hester, hann mislaðar hendur. Og Bjöggi, hann alltaf, já, frábær vörn hjá Axel, en Danir og Tómas með gott follow-up þarna og klárar hérna layupið. Það eitthvað voðalegt. Það 5 stiga munur, 63-58. Chemistry í Tindastóli ekki nógu gott, finnst mér. Enn og aftur, það sem segja, þetta voðalega stöðsóknin. ÍR-ingar eru með allt momentumið með sér. Vörnin að smetla, þá smetlu sóknin. Það helst allt í hendur. Daðiberg kemur upp með boltan. Pétur til varnar. Bjöggi, hérna Mattias fyrir ekki. Hann inn á Ryan Taylor. Hann fær ekkert fyrir sinn snúð, enda bjó hann til alla snertinguna. Hann fórnar hann á höndum, skilur ekkert í þessu. En það leikli líklegast hjá Bortje. Já, Bortje Levski hendi sér leikli. Eins og ég var að segja, þá chemistry eitthvað voðalega skrítið núna síðustu mínúturnar og fjórði leiklutin hefur verið ákaflega illa spilaður af titilsmönnum, en og ÍR-ingar hafa nýtt sér það heldur betur. Keyrðu á þá þegar á þurfti. Tindastóll var með, já, var 18 stig í leiklutarhliðinu, ég man ekki minni það. Kominn í 5. Þetta hörkuleikur og Bortje kemur skilaboðunum hátt og snjallt á framfæri til sinna manna. Nú, það skipting á tindastóllsmönnum. Hannes og Arnar kom inn á. Hannes kom með mjög góða innkomu rétt á hann. Setti 5 stig á örskömmu tíma. Pétur kemur upp með boltann. Höndum Péturs og það sama. Ætluðu að reyna að taka backcottið en náði ekki. En nú það vantar bara að tala saman hérna. Voru með boltann. Þannig að Hannes Hester annarkvort áttu að öskra. En það eru reynda læti í húsinu, þannig að ég veit ekki hvort það hefði heyrt það, en Kristinn Marnos, og það auðvitað Kristinn Marnosson. 63-61, tveggjastega leikur, 5 mínútur eftir af fjórða leikluta. Fyrir 10 mínútur síðan var enginn að búast við þessu. Hester í langan tvist, ekki skynsamlegt skot. Hann var stuttur. Danir og Tómas, Axel Varnar, og Danir og Tómas kemur ÍR-ingum yfir 63-64. Ísrael Martin tekur strax leikli og stemningin öll ÍR-inga og gjörsamlega þessi 2 þristar hjá Kristni og
Danir og Tómas gjörsamlega slöktu í síkinu. Það er allt í einu bara að maður geti heyrt saumn á þetta eins og staðan í dag. En nóg eftir, 4 mínútur og 53 sekúndur er mikill tími í körfubolta og skulum sjá hvað þjálfararnir teikna upp fyrir sín lið. En vörnin hjá ÍR-ingum hefur heldur betur smollið í fjórða leikhlutað. Þeir einhvern veginn hafa haft svör við öllu sem að Tindastóls hafa verið að gera og hafa ýtt þeim út úr öllu sínu. Þetta er allt eitthvað svo voðalega eins og enginn vilji hafa boltan. Þetta er ekki nóg gott. Þetta er eitthvað sem Ísrael Martin þarf að hugsa og Fernando. Mögulega fara aftur á tekniborðinu, sjáum til. Myndi halda ekki sterk byrjun, ekki myndi halda, það er bara skelfileg byrjun ef að Tindastóls myndi byrja að tapa á heimavelli sem að er að vera með besta heimavelli síðustu 3 ár held ég. Og alla tapa leik. Fyrir 2 árum töpum ekki leik í deildarkeppninni. Pétur inn á Hester, Hester fer alltaf leið, ekki onni, óheppinn Hester þarna. Þetta var miklu betra. Það mætir enginn Danir og Tómas, ég veit ekki af hverju, en Hester slær í spjaldi og það eru 2 stig. Það bara má ekki. Þetta er bara hárrétt. (63-66) fyrir ÍR. Pétur kemur upp með boltan. Pétur erfiða sendingu þarna á Hannes og ÍR-ingar kom með nýjung þarna, eru í svæði. Og það er bara ekki að virka og það er 8 sekúndur eftir. Pétur í erfiðleikum finnur Hannes í horninu, Hannes í þrist og Hannes setur hann ekki onni. Voru að brenna klukkuna, skotklukkuna þarf að segja. Daði Berg kemur hratt upp, finnur Danero. Nei, hann vildi ekki boltan. 63-66 aftur, eins og ég segi, Ryan Taylor með Hester á sér. Kynnti Marinos í þrist, setur hann, nei, hann rúllar upp úr hjá honum. Þetta hefði verið stór karfa fyrir ÍR-inga. Pétur. Hann finnur Viðar. Viðar inn á Hester. Hester á að vinna þarna, hann verður að gera eitthvað. Já, gerir það. Nei, hann leikur ekki honni, hann vildi hafa villu, hann er eitthvað pirraður þarna, þetta var ekki nógu villa, það eru stóru strákar. Fín vörn hjá Viðari, neitar Danir og Tómas boltanum. Nú fær Ryan Taylor boltan, Hester til varnar. Ryan Taylor fer í stökkskotið, setur honni. Hann er greinilega fínn skotmaður. Arnar kemur upp með boltan. 5 stiga munur, ÍR-ingum í vil. Arnar fær villuna á Mattias, sýnist mér. Mattias, fær villuna. Pétur. Viðar. Arnar fær boltan. Pétur, Viðar. Þetta er flott vörn hjá ÍR-ingum. Þetta er bara frábær vörn hjá ÍR-ingum. Þeir eru bara, það er brenna klukkuna, það var enginn komið vald á boltan, þá missir Tindastóls boltan. Það er bara engin stemning Tindastóls megin á öll ÍR-inga. Kemur Chris Kjert inn á fyrir Hannes. Daði Berg er að vera að taka boltan inn fyrir ÍR-inga. Nú var ég bara að segja það sem ég veit ekki af hverju ekki verið að hvetja Tindastólsmennina áfram. Það er, ef það er einhvern tíma þarf hvatningu þá er það núna. Þegar mótlætið er sem mest. Þarna kemur það, Daði Berg kemur upp með boltan.
Arnar til varnar. Og það Arnar reynir að fá ruðning, hann lengi að standa upp. Daði Berg fær galopið þrist. Það ekki honni í Pétur, Matthías nær frákastinu, enda með frákastið, það 14 stig á klukkunni, 14 sekúndur segi. Danero, hann ætlar í skoti, hann fyrir langan þrist, hann stuttur. Ryan Taylor var að reyna að blakka honum, en Chris Kert enda með frákastið. Chris Kert, Arnar í þrist og hann ekki honni, stuttur. Og Kristinn nær að blakka honum til Daða Bergs. Matthías komið fram, mikið fát á báðum liðum. Tindastóls menn stressaðir hana, tapa fyrsta heimaleiknum. Matthías að fara langleiðina með þetta, skal ég ykkur segja. 7 stiga munur, 63-70 og Tindastóls veit ekki sitt rjúkandi ráð. Komist tvisvar yfir næstu 20 stigum í leiknum en eru hér að það skiptir máli, 7 stigum undir. Óbreytt lið Tindastóls. Já, óbreytt hjá Írningum líka. Matthías, Daði Berg, Kristinn Marinósson, Daniel Thomas, Ryan Taylor. Heimamenn, Pétur, Arnar, Viðar, Kert, Hester. Ég bara ekki alveg viss. Ég held að Tindastóls sé ekki skora í fjórðarleiknum. Ég finnst eins og það hafi verið 63 í. Arnar fer á Daniel Thomas, hann heppinn að skref ekki. Mjög heppinn að skref ekki og hann ætlar að skjóta þessu. Finnur Hester á Pétur. Pétur fær galopinn þrist, hann stuttur, mjög stuttur. Matthías kemur, rólegur. Hann þarf ekkert að flýta sér. Tíminn vinnur með Írningum. Hann getur skilið eftir svona cirka mínútu eftir að leiknum eftir þessa sókn. Sem að fara að gera og Arnar að fá gala, bara sko, svo heimskulu villa. En hvort að mikil villa, ég veit það ekki, en býður upp á þetta, því miður. Það sagt ykkur það að það stefnir allt í tap hjá Tindastólsmönnum í síkinu. 7 stig, 63-70, Írningum við. Bortse Ilijevski getur svo sannarlega farið stoltur í hann ef þetta enda svona. Þá vann hann þjálfara og Kristinn Marinósson ætlaði að gjörsamlega slökkva í þessu. En Pétur kemur upp með boltan. Pétur fer á Ryan, finnur Chris Kert í horninu, Chris Kert í þrist. Hann onni, 66-70, 4 stig, 54 sekúndur eftir. Kert og villa á Pétur. Og það eru 2 stig, það komið bónus. Kristinn Marinósson fín í vítaskytta. Hefur möguleika á að koma þessu upp í 6 stig. Fyrra vítið hjá fyrra vitið kemur núna. Það Onni. 5 stiga leikur. 66-71, 50 sekúndur eftir. Seinna vitið ekki Onni og Pétur kemur upp með boltan.
Það er villa. Þetta er flott villa hjá Matthíasi, það er ekki kominn bónus. Hann er bara að taka one for the team, ef svo má segja. Arnar er að taka inn boltan. Pétur, Hester, skrín. Viðar og Arnar, galopinn þristur hjá Arnari. Það er ekki onni. Pétur fær 2 stig, 68-71. 34 sekúndur eftir. Hvar var þetta hjá Tindastólsmönnum fyrir 3, 4, 5 mínútum? Arnar nálægt í að stela boltan á hana. Chris Kjeld brýtur á Matthíasi, sendir hann á vítalínuna. Nú er þetta vítaleikur, það er að segja. Fyrra víti hjá Matthíasi. Það er sama með Matta, hann er góð vítaskytta. Setur fyrra víti honni, kemur þessu upp í 2 sókna leik sem er mjög mikilvægt. Klúðrar. Pétur kemur upp með boltan. Pétur finnur Arnar. Þetta er að taka allt og langa tíma. Daðiberg fær villu en það er ekki ennþá komið bónus. Það sýnir hvað Tindastóll hefur ekkert verið að sækja í 4. leikluta. Þeir hafa ekki eins og náð bónus. Langt síðan Írringar fengu bónus. 20 sekundur eftir, 4 stiga munur, 68-72. Pétur. Þetta tekur langa tíma, allt og langur tími. Kjerd fer í þristinn, ekki onni. Og Danir og Tómas nær boltanum. Það er villa á Pétur, segir Rögnvaldur. Danir og Tómas er á leiðin á vítalínuna. Fyrra víti á Tómas. Það er onni. Seinna vítið, 11 sekundur eftir hann. Hann ætlaði nú að klúðra held ég. Pétur fer upp í þrist, setur onni. Kemur þessu niður í 3 stiga leik og ná boltanum Arnar og taka allt og langa tími í þetta. Pétur fyrir erfiðan þrist. Þetta var fyrir að jafna leikinn í framlengingu. En það má svo sannarlega segja að ÍR-ingar eru að rífa Tindastólsmenn svo langt niður á jörðina og niður á hnén eftir það hvernig umtalið hefur verið. Þegar Síkið tapa fyrsta leik. Þetta er vægast sagt slæmt en sísonið er langt og það er engin skaði skeið þannig séð. Ég meina það hvað eru margir leikir eftir, ég man ekki 21 eða eitthvað. En þannig fór sjóferð þá. ÍR-ingar fara með sigur á hólmi 74-71 í Síkinu á Sauðárkróki og við óskum ÍR-ingum til hamingju með þetta. Ég heiti Guðlaugur Skúlason og fyrir hönd Tindastóls TV þakka ég fyrir mig.